svaka hár yfir. Yfirferðin var geðveik, það var bara svaka. Ég fann það líka verið einhvern veginn alveg vonja. Ég vissi það líka, ég vissi það var annars að vera nálættur á hægu. Það fer ekki svona hrætt. Það var svo hóf yfir sko við. Þetta sést að áskrifa 9 hjá öllum en að 1,8,9. Nei, ég fekk 9 hjá öllum dómarinn fyrir yfirferð. Það fyrir fríja sem ég fekk 1,8,9. Ég þetta er Æ, ég ekki alveg. Nei, þetta er... Rottum ekki neitt. Guðlustinni, þeir njóta einkunn 8,41. Í 9. sæti með 8,59 hefur svo Rossi Jónsson og Berjabakka 3 og Hulda Finnsdóttir. Í 8. sæti með 77 hefur Einar Smeldi. Í 4. sæti Dís og Minnavegur með 8,83 og Jakni í öðru sæti með 8,86 Glædís Spríð. Og svo sigurvegarinn Glæsir Hissan Árborg frá Miðey, Hamdi Jakob. Enn einn brautskriðurinn til þessa viku sem hefur gert að gott í íþróttakeppni, íþróttadómi og íþróttagæði sem íþróttar þannig að ég er greinilega til allsvíð. Það er til hamingju með þetta. Það er þetta mót svolítið. Ég er nú nógu grettinn á svipinn sko. Þetta voru engir smá kappar sem að skeppa þig. Nei, ég voru fengur hross. Það er svo oftast á þessu móti. Já. Var þetta, stefnan hér? Vinna þetta? Já, þetta var stefnan að vinna. Það var það með klárlega. Það fer nú ekkert sérstaklega með svona hross keppnur í sig. Nei. En maður veit náttúrulega aldrei fyrirfram hverju maður á von og hvernig gengur og hvernig þetta er mellin. Þegar hef ég ekkert verið að keppa hann heldur í gæðinkeppni, þannig að maður er náttúrulega svolítið blind sjó með það. Ég vissi að þetta getur gengið vel. Já. Hún er náttúrulega mest verið í tölti. Já, en ég er mest fyrstinn í tölti. Já. Það er ekkert hættur þar heldur sko. Nei. Það er bara smá ganni svona í lóksumansins. Já. Verður hún hérna í þjálfun eftir næsta ári? Já, hún verður í þjálfun áfram. Og hvað er stefnan? Það er stefnan alveg smót allavega. Já. Stefnan sigur þær í tölti? Já, það er ekki sigur bara já, það er stefnan að það. Já. Stefnan að það. Hvað tekur við núna? Ertu komin í haustfrí? Nú er svona ekki smá pása svona áður en samningarna byrja. Já. Til hamingju með þetta. Takk fyrir ekki. 8,4 og 8,5 fyrir Frosta. Skortur á lambakjöti. Ég er að gera skakt á... Skortur á lambakjöti. Já, þannig að næra fara bara. Þetta hafðist hjá þér, Diddi? Já, þetta var rosalega góður endir á deginum. Í hvaða skipti var þetta sem að? Ég held að þetta hefði síðan 7. skiptið. Já, með stakkjana. Já. Gera aðri betur? Já, þetta er þannig hesturinn sem er náttúrulega stúrlutinu þarna. Já. Svo náttúrulega er maður búin að keppa reyndar á fleiri hestum en Stakkur er búin að hafa þetta sjálfur. Hann er sem sagt búin að afreka þetta. Já. Og Tóti, það var svona varst nálægt honum? Já, það er náttúrulega ekki skömm að lúta í lægra hendi fyrir svona rosalegum hesti og ég er bara mjög ánægður. Er hvað með Þóru? Kemur hún aftur að... Nei, þetta var nú svona loka kaflinn, hún er fengin núna og tilfull. Já. Og þannig að hún fer bara næsta verkefni. Já. Stakkur lítur út þetta fyrir að vera fenginn. Já. En hann er samt ekki, verður ekki í barneignafrí. En hver er svo heppni sem að segja með Þóru? Það er 500 klás sem er sýnd á landsmótinu, Hrannur frá Flúðum. Já.
Þannig að það verður spennandi að fylgjast með. Já, ég held að það geti lukkast, en maður veit það aldrei. Eins og vísan að róa í sér ræktun. Nei. En hérna góðferð, suður. Já, mjög góð. Frábært að fá þá norðamennina koma hérna þó margir sko. Eyjafirði, Jón Björnsson og Baldvinari og Gaffirðingarnir í Gleinur Tóti Metta og Sölvi og Tryggvi Björns og þetta alveg frábært að fá þetta. Svo manstu Sigurbjörn að það sko jafn langt norður eins og fyrir okkur suður. Ég búinn að vera fyrir norðan og búinn að vera lengur fyrir norðan en þú fyrir sunnan. Ég hef verið 12 daga í sunnan. Þannig að þetta bara gaman. Við hafum ekki með þetta. Takk. Takk fyrir spjallið. Takk.